Óhætt að segja að bygging kísilmálverksmiðju sameinað Sílikons hafi verið eitt stærsta mál sem hafi komið upp á Suðurnesjum í langan tíma. Bæjarbúar og bæjarstjórn voru jákvæð og bjartsýn við upphaf framkvæmda því miklir erfiðleikar voru í atvinnulífi á Suðurnesjum. Á byggingartíma verksmiðjunnar gekk á ýmsu og á sama tíma minnkaði atvinnuleysi niður í ekki neitt. Þegar svo allt gekk á afturfótunum í Helguvík sem endaði með því að rekstur verksmiðjunnar stöðvaðist, hafði hugur bæjarbúa snúist. Fáir sáu neitt jákvætt við starfsemina sem hefur legið niðri síðan í september 2017. Nú nýtt félag Arion banka, Stakksberg, komið á stað með miklar áætlanir að koma verksmiðjunni í gang á ný. Fram kom að nú þegar kostnaður við verksmiðjuna komin í 20 milljarða króna og áætlanir eru að gera endurbætur fyrir 4 til 5 milljarða til viðbótar. Forráðamenn Stakksberg kynntu þessar áætlanir á íbúafundi í Stapa nýlega. Þótti stjórnarformaður nýs félags koma nokkuð vel frá kynningunni en að sama skapi stóðu margir bæjarbúar upp og mótmæltu því að verksmiðjan yrði gangsett á nýjan leik. Sjónvarp Víkurfrétta ræddi við stjórnarformann nýja félagsins og forseta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar eftir íbúafundinn. Ég held að þessi fundur hafi verið góður en það dylst mér ekkert að við erum að koma hér inn í kringumstæður þar sem við erum að eiga við mikið vantraust. Það hefur margt verið sagt áður og hlutir gerðir síðan öðruvísi en ætlað var. Fólki hefur verið sagt ósatt og því miður hefur ekkert eða lítið af því sem sagt var í fortíðinni verið efnt. Þannig að það er eðlilegt að fólk hafi varan á sér þegar það nálgast nýjan rekstraraðila eins og okkur. En það er mín von að eins og alltaf að orð séu til alls fyrst og að okkur takist að eiga góðar og gagnlegar viðræður við bæinn og íbúana í bænum þannig að þetta verkefni komist á laggirnar á þann veg að bæði rekstraraðili og íbúar séu sáttir við til framtíðar. Hver eru þín svona viðbrögð eftir þennan fund? Ég held að mín viðbrögð séu þau að þetta var mörguleyti upplýsandi fundur. Komur margar góðar athugasemdir frá bæjarbúum, sumt skýrðist og annað svona ennþá á reiki og þeir eru að hefja þetta ferli og þetta er svona kannski fyrsti punkturinn í því, það sem að snýr aftur á móti að bæjarstjórn, það kom nú spurningar varðandi það hér og ástæði að taka það sérstaklega fram að skipulagsvaldið liggur hjá sveitarfélaginu. Og þetta er fordæmileg staða sem við stöndum frammi fyrir og ég held að allir flokkar og þá sér í lagi meirihlutinn mun auðvitað skoða hvaða aðkomu bærinn getur haft varðandi deiliskipulagsmálin. Það er búið að senda inn spurningar til skipulagsstofnunar varðandi það hvar við stöndum